Gleðilega hátíð. Og það gaman að fá að vera með ykkur hér í dag og ég vil nú segja það að mér finnst þessi umgjörð algjörlega til fyrirmyndar og hlakka til að eyða deginum með ykkur eins mikið og ég næ að gera það. Ég næ að gera það næstu því bara alla dagskrána af því að það forgangsmál að vera hér eðlilega. Og ég ætla nú svona bara að gera það sama og ég að reyna að gera allstaðar. Og ef einhverju séð eitthvað af þessum slæðum áður þá verður menn bara að lifa með því að því líka bara vonandi það þá innprentast inn vegna þess að það verkefni sem við erum að fara í og erum hafin og gengur að mörgu leyti ágætlega en þurfum svo sannarlega að gefa í að það næst ekki nema með samvinnu allra. Þannig að það alveg sérstakt markmið að við séum öll meðvituð bæði verkefnið, líka það sem vel hefur gengið og sömuleiðis stöðuna á hverjum tíma fyrir sig. Og ég hef það markmið að allir Íslendingar þekki þessa slæðu. Þetta orkusaga Íslands og þetta alveg ótrúlega merkileg saga. Og ég hef nú verið í þessum stjórnmálum nokkurn tíma, alltaf verið tengdur við alþjóðamálum, var utanríkisráðherra þjóðarinnar í 5 ár. Og ef einhverjir vita meira en Íslendingar Ísland að þá það út af þessum málum vegna þess að þetta auðvitað vakið athygli langt út fyrir landsteinana. En þetta grunnurinn okkar velgengni. Íslendinga, græn orka grunnurinn að því. En við vorum á allt öðrum stað 1940 að þá vorum við og kól og fórum og kol og fórum síðan yfir í olíuna. En sem betur fer var fólk sem var á undan okkur sem var bjartsýnt og stórhuga og ákvað að fara í græn orku. Og það var annars vegar vatnsaflið og hins vegar jarðvarmi. Og okkar verkefni, það bara að fara þessa leiðina. Við eigum þó nokkuð mikið eftir, meðal annars vegna þess að við erum eyja norður í Atlantshafi og við reiðum okkur mikið á bæði millilandaflug og sömuleiðis skip. Og þó við séum fámenn að þá eru stór ákveðnum sviðum og við erum til dæmis stór þegar kemur að fiskveiðum. Auðvitað per capita erum við stærsta fiskveiðiþjóð í heimi, en jafnvel þó við sleppum því að þá erum við líka stór. En síðan eru þetta bílarnir, stórir og litlir, og þetta eru verkefni sem við þurfum að klára. Eiginlega allir sem hingað koma, sem að tala þessi mál og þekkja þau, telja þetta hljóta að vera fullkomlega sjálfsagt að við myndum stíga þessi skref. En ég held að sé ágætt að hafa það í huga að svona var ástandið í okkar góðu borg, Reykjavíkurborg, áður en við fórum og nýttum jarðvarmann. Þarna sjáði kolaríkið yfir borginni. Og aftur var þetta ekki svo fullkomlega augljóst að stíga þetta skref. Já, nú ætla ég að gera skoðanakönnun, ég gera þetta alltaf. Það þarna allstað þar sem ég og metið á Rótary klúbbur Garðabæjar. Nú rétt upp hönd það fólk sem að veit hvar þetta í Reykjavík. Okay. Rótary klúbburinn bara að fá harða samkeppni. Ég var í gær á einu stað þar sem það var enginn sem vissi hvað þetta En þetta sem sagt Hlemmur, þetta hús sem þarna lengst frá eina húsið sem eftir. Þar stendur gasstöðin, það veit enginn fáir fyrir hvað það stendur. Þetta eina sem eftir, þetta hús stöðvarstjórans og þetta var gasstöð. Og þessi gasstöð, og ég held að við séum öll sammála fullkomlega galið að hafa gasstöð hérna þessi út með allan aðgangina að heita vatninu, hún var í 50 ár, henni var lokað 1959, þá hætti hún starfsemi. Og þetta var pólitískt mál. Varkara fólki sagði, heyrðu, við vitum alveg hvað við höfum, við erum með gas, við þekkjum kol, við erum olíu, við erum ekki að fara í einhverja hitaveitu sem enginn þekkir og lítið verið notað. Og reyndar þannig að við vorum með fundu leiðir byggðar á grænu íslensku hugviti sem við síðan bara gáum frá okkur. Og það ekki bara í Reykjavík, á Sauðárkróki var maður sem hét Jón Nikodómi, svona, ég kann ekki alveg að fara með hvers svona var. Ég held að hann hafi verið ómenntur, allavega lítið menntaður maður, hann bjó bara til sín eigin bor og bora eftir heitu vatni og tengdi Sauðárkrók og hitaði upp það bæjarfélag. Og það fullt af svona sögum sem sýnir það
að við Íslendingar höfum nýtt grænt hugvit til að ná árangri. Og það nákvæmlega það sem við þurfum að gera núna. Þetta var 1938, það fullkominn misskilningur að ég hef nýbyrjaður í borgarstjórn á þessum tíma, en þetta orðið svolítið síðan, en það breytir engu að við erum ennþá að keyra á þessu slagorði kjósum hitaveituna. Við erum kjósum grænulausnina, kjósum það að vera græn og breyta okkar venjum. Og því við þekkjum stöðuna, Guterres mjög harðorður, hann veit að hann hefur bara svona, eins og allir, svona stutt spann þegar hann kemur í fjölmiðla og hann mjög skýr. Það þurfa allir að hlaupa hraðar. Það þarf að einfalda ferla án þess að gefa afslátt af þeim kröfum og við þurfum meira græn orku og við þurfum það mjög hratt. Og auðvitað þurfum við lítið Íslendingar í samanburði við aðra, en við þurfum samt sem að mjög mikið og því miður höfum við verið sofandi á undanförnum áratugum og til dæmis á morgun ég að kynna hitaveituskýrslu á blaðamannafundi en ég get sagt ykkur það að hún því miður og það með stöðu hitaveitna á Íslandi, eitthvað sem við tökum sem sjálfsögðu og því miður hún svört. En við erum bjartsýn og stórhuga og ætlum að vera best í heimi. Kolefnishlutlaus árið 2040, fyrst óháð jarðefnaeldsneyti, en það þýðir það að við þurfum að klára að losa okkur við 1,3 milljónir af CO2 bara fyrir 2030. Og 2030 á morgun, 2040 hinn daginn og trúðu mér þessi tími verður fljótur að líða og þess vegna þurfum við að nýta hann eins vel eins og mögulegt Og ég veit að þetta væntanlega sá hópur sem þekkir þessi mál hvað best, en bara að því ég fer með sömu skilaboðin allstaðar, að þá þetta bókhaldskerfin sem við erum í, bæði ETS og LULUCF erum við í samvinnu við Noregi og Evrópusambandsríkjunum og hér kemur hæfara fólk en ég og fer betur yfir þessi hluti á eftir, en það hins vegar mikilvægt að við þekkjum þetta því að það aldrei gott í umræðunni þegar það mjög mikill ruglingur. Fyrirtæki sem í ETS runni bara á jafnræðisgrundvelli við fyrirtækin á bæði í Noregi og Evrópusambandsríkjunum. Það aðeins öðruvísi þegar kemur að LULUCF, en það sem við þurfum að hafa augun á það sem á beinu ábyrgð Íslands. Og aftur, það bara á morgun. Og þar eru þessi þættir sem að vega í því bókhaldi. Lang stærst jarðefnaeldsneytið og það eru auðvitað vegasamgöngurnar mjög stórar og svo maður segir nú jákvæðu hlutina að þá frábært og ég var núna bara fyrir nokkrum dögum að keyra stóra vörubíl sem keyrður áfram að rafmagni. Í grænbókinni sem var mjög góð sem var rétt ári síðan, þar stendur að allir stóri bílar verið keyrðir á rafeldsneyti. En þeir eru komnir til Íslands með rafmagn og nýttir og nota rafmagn og hvað þýðir fyrir okkur? Við getum nýtt orkun okkar miklu betur. Og það eru bara frábærar fréttir og það eru möguleiki að vera best. Ég mjög upptekinn af þessu litla þarna sem samt mjög stórt sem úrgangur, 8%. Þar eru gríðarleg sóknarfæri því að talandi það að breyta hegðun okkar, við verðum að gera miklu betur í hringrásarhagkerfinu og það eru gríðarleg tækifæri og við höfum sýnt það til dæmis í sjávarútveginum að þegar við tökum okkur til að þá getum við gert það og gert það bara mjög vel. En við erum svo þjóð sem aðrir líta til þegar kemur að hringrásarhagkerfinu í sjávarútvegi að meðaltali hent 50% afla í heiminum en við nýtum nær því 100%. Nú til þess að ná þessu markmiði þá byrjum við að sjálfum okkur og við erum búin að breyta ráðuneytinu þannig að það eigi að vera eins skilvirkt eins og mögulegt og aftur alltaf stóra áherslan þessi að við náum kolefnishlutlausinu og ráðuneyti verða það tæki sem að virkar í þeirri vegferð. En auðvitað gerum við mjög lítið einn. En bara til einföldunar að þá mjög flókið að breyta skipuriti í ráðuneyti og nú erum við bara öðrum megin með skrifstofu stefnumótunar, hinum megin erum við með skrifstofu eftirfylgni og fjármála og svo erum við með teymi sem að geta hægt að breyta tiltölulega einfaldlega til þess að bregðast við þessum miklu áskorunum og verkefnum sem við erum með, sem auðvitað það sem yfirmarkmið alltaf kolefnishlutleysi. Við erum sömuleiðis á þeirri vegferð að sameina stofnanir. Það vita allir á Íslandi að það eru allt of margar litlar stofnanir og þar af leiðandi nýtum við mannauðinn ekki sem skyldi og við erum að taka 10 stofnanir ráðuneytisins og breyta þeim í 3
og ég get að sjálfsögðu farið yfir það með ykkur í meiri smáatriðum, en ég held að þetta sé ekki tíminn sem við eigum að gera það. En þetta hins vegar bara enn eitt það sem við erum að gera til þess að ná stóra markmiðinu. Öflugri stofnanir eru miklu líklegri til að geta verið góðtæki í þessari baráttu heldur en þeir sem eru ekki öflugar. Orkusjóður hefur verið það verkefni, það tæki sem nýst okkur hvað best, og núna erum við með 2,5 milljarð sem við erum að nýta, milljarður í orkuskiptaverkefni, og það ánægjulegt frá því að segja að það eru umsóknir upp á 6,8 milljarða fyrir þessa í innan 1 milljarð. Og hvað segir okkur það? Það þýðir það að fólk að taka við sér, atvinnulíf að taka við sér, hugvitsmenn að taka við sér til þess að finna lausnir. Nú við erum að styrkja bílaleigur, áður voru þær styrktar til þess að kaupa bensín- og díselbíla. Nú þær styrktar, fá það bara styrki þegar að fara í rafbíla, og við erum með þá sérstöðu Íslendingar að við erum svo gríðarlega hátt hlutfall af bílaleigubílum, og ef að þeir væru allir rafbílar þá værum við komið langt með að ná markmiðunum varðandi þessi þegar kemur að samgöngunum. Flutningabílarnir, ég nefndi það áðan, en svo bara aðeins í lokin, af því að við tölum mikið græna orku, eðlileg orkuskiptin. Ef að einhver hérna inni, og ég efast nú þessi í þessum sal og svo sem ekki oft annars á Íslandi, alveg skítsami náttúruna, finnst bara ekkert vari í hana og skiptir engu máli, að þá þetta ekki bara eitthvað sem við berum ábyrgð á og eru tilfinningar og eitthvað sem allavega ég legg áherslu á það að við komum til næstu kynslóðar. Þetta eru hrein og klár efnahagsleg gæði. Allar skoðanakannir ferðamennsku eru svona. 90% ferðamanna koma hér út á ósnortinni náttúru. Þannig að við verðum að hafa jafnvægi í þessu, og við ætlum ekki að leysa loftslagsvandann og búa til annan vanda í staðinn. Við verðum að augun á náttúrunni og ekki síst líffræðilegu fjölbreytni, og þar berum við Íslendingar mikla ábyrgð. Og bara svona algjörlega í lokin, vegna þess að ég held að þessi tvennt sem við eigum að hafa í huga þegar við förum í þetta verkefni, okkur finnst það stórt, hugsum þá sem undan gengu. Ísland sárafátækt, berjast fyrir sjálfstæði sínu, þar með talið efnahagslegu sjálfstæði, og við tókum þessi stóru skref í grænorkunni. Og síðan þannig, það munu allir hagnast á þessu. Það mun enginn ferðamaður segja, ég ætla ekki að koma til Íslands af því að þeir standa sér svo vel í loftslagsmálunum. Þeir eru bara með rafbíla, þeir eru með vottuð hús og hringrásarhagkerfið frábært. Það mun enginn segja það. Það mun segja mjög margir segja, ég ætla að fara til Íslands út af því. Sama þegar kemur á ál og sjávarútvegi sem eru bara vörur, að menn fá hærra verð þegar kolefnissporið lágt og menn eru í sjálfbærri starfsemi. Síðast, mikilvægast, auðlindir sem við eigum endalaus stað sem hugvitið, það verður endalaus eftirspurn eftir grænu hugviti, og þar eigum við alla möguleika að vera meðal þeirra allra fremstu. Þannig að þó að verkefni sé stórt og það krefjandi og það taki tíma og þetta verður ekkert alltaf dans á rósum, að þá ávinningurinn gríðarlegur fyrir Ísland og komandi kynslóðir, og ég held að við eigum að hafa það í huga þegar við höldum áfram. Og aftur, gleðilega hátíð.